Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 15. desember er 3. sunnudagur í aðventu. Þema dagsins er fyrir rennarinn, greiðið drottni veg. Í lexíunni skrifar Jesaja, grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs varir að eilífu. Í pistlunum skrifar Páll, dæmið ekki fyrir tímann áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu er hulið og afhjúpa allt sem í hjarta dylst. Og í Guðspjallinu segir Jesús, blindir fá sýn og haltir ganga. Líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Matteusi 11. kafla. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim, farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga. Líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þið að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin, hvað fóruð þið til að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þið? Að sjá spámann? Já, ég segi ykkur og það meira en spámann. Hann er sá sem ritað er ég sendi sendiboða minn á undan þér, hann á að greiða þér veg. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er fyrir rennarinn, greiðið drottni veg. Í Guðspjallinu er Jóhannes skírari kominn í fangelsi fyrir að boða iðrunarskírn í ánni Jórdan. En hann sagði að hann væri sá sem að Jesaja spáði Hann sagði, ég er rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. En í lexíu dagsins skrifar Jesaja einmitt, heyr, kallað er, greiðið drottni veg eyðimörkina, ryðjið Guði vorum beina braut í eyðimörkinni. Sérhver dalur skal hækka, hvert fjall og háls lækka. Hólar verði að jafnsléttu og hamrar að dala grundum. Þá mun dýrð drottins birtast og allt hold sjá það samtímis. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs mun vara að eilífu. Í undirbúningnum fyrir hlutverk sitt dvaldi Jóhannes skírari út í eyðimörkinni. Kannski sömu eyðimörk og Jesús dvaldi í 40 daga og var freistað af djöflinum. Eyðimörkin hefur hér að minnstakosti tvenns konar táknmynd. Hún merkir harðræði í afkomu vegna skorts á lífsnauðsynjum, til dæmis vatni og brauði, og dauða ef viðkomandi villist. Rödd hrópandans Jóhannesar var ákall til þjóðar Guðs. Greiðið veg drottins að hjörtum ykkar, svo að þið eignist lífsins brauð og getið drukkið af lífsins lind og eignast eilíft líf í fullri gnægð.
Fræðimennirnir sem komu til Jóhannesar skildu táknmálið og vildu vita hvort að hann væri sá sem beðið væri eftir. Nei, hann var ekki sá, heldur fyrirrennari hans. Og í Guðspjallinu er Jóhannes, eins og ég sagði áðan, kominn í fangelsi. Jóhannes hafði lærisveina eins og Jesús. Jóhannes sendi þá til Jesú með fyrirspurn: Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svarar lærisveinum Jóhannesar með tilvísun í spádóma Jesaja. Því Jóhannes hafði jú sagt sjálfur að hann væri uppfylling í spádómum Jesaja. Og með því að vitna í Jesaja styrkti Jesús trú og sannfæringu Jóhannesar að hann væri sá sem beðið væri eftir. Hann sagði: Segið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga. Lík þráir hreinsast og daufir heyra. Og fátækum er flutt fagnaðarerindi. Það var ný nálgun í boðun, því trúarleiðtogar beindu yfirleitt sjónum sínum að hinum hærra settu og auðugu, og Jesús bætir við: Og sællir sá sem ekki hneykslast á mér. Menn hafa vafalaust haft misjafnar skoðanir á markhópi Jesú, að hann boðaði hverjum sem heyra vildi fagnaðarboðin góðu ríki Guðs. Kannski hafa einhverjir ríkir snúið frá honum vegna þess að hann mat þá ekki meira en hina fátæku. En Guð horfir ekki á útlitið, hann horfir á hjartað. Það er ekki okkar að flokka hverjir heyri Guðs ríki og hverjir ekki. Ræningin á krossinum frelsaðist á síðustu stundu og sagan verkamennina í víngarðinum segir að þeir frelsuðust allir, fengu allir sömu laun, hvort sem þeir höfðu unnið allan daginn eða í 1 klukkustund. Við höfum allt lífið til að ákveða okkur, en það getur verið dýrt að bíða, því enginn veit sína ævina fyrr en öll er. Í framhaldi af spurningum lærisveina Jóhannesar spyr Jesús áheyrendur sína: Hvað fóruð þið að sjá í óbyggðum? Höfðu þeir farið til að sjá ríkan og vel klæddan mann? Nei, menn höfðu farið út í eyðimörkina til að sjá spámann, óttalausan spámann Guðs, sem hafði lifað einföldu lífi og boðaði iðrunarskírn af köllun. Og Jesús staðfesti spádóm Malaki: Hann er sá sem er ritað: Ég sendi sendiboða minn á undan þér, hann á að greiða þér veg. Margir spámenn höfðu spáð fyrir komu hins smurða konungs, en Jóhannes skírari var sá spámaður sem fékk þann heiður að tilkynna komu hans. Jóhannes var síðan hálshöggvinn í fangelsinu. Lærisveinar hans hafa mjög líklega blandast lærisveinum Jesú og söfnuðir tóku að myndast. Í pistlinu skrifar Páll að menn líti á söfnuðinn sem þjóna Guðs og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Fyrir dauða sinn hafði Jesús útskýrt dæmisögur og auðgað þekkingu lærisveina sinna þegar þeir voru einir. Og eins eftir upprisuna er ein frásögn af því að hann hitti 2 úr lærisveinahópnum sem voru á leiðinni til Emmaus. Hann slóst í för með þeim, en þeir voru svo blindaðir að þeir þekktu hann ekki. Þeir segja Jesú þær fréttir að Jesús frá Nasaret, spámaður Guðs, hafi verið krossfestur. Þá segir Jesús við þá: Skilningslausu menn, svo tregir til að trúa öllu því sem spámennirnir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta
og ganga svo inn í dýrð sína. Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Á meðan Jesús var á lífi þá fannst lærisveinum hans ef til vill óhugsandi að hann gæti dáið. Hvernig gæti sá sem reisti aðra upp frá dauðum dáið? Svo að þeir festu sér ekki minni þegar hann sagði þeim hvað hann ætti að líða. Og rétt fyrir dauða sinn sagði Jesús: Enn hef ég margt að segja ykkur, en þið getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða ykkur í allan sannleikan. Það sem hann segir ykkur hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja ykkur það sem hann heyrir og kunngera ykkur það sem koma á. Andi sannleikans, einnig nefndur hjálparinn, heilagur andi. Hann var sendur okkur til halds og trausts. Hann á meðal annars að hjálpa þjónum Guðs og ráðsmönnum að vera sannleikans megin, ljúka upp ritningunum með þeim og styrkja þá í boðun orðsins. Og boðun orðsins þarf að ná til endimarka jarðar. Páll skrifar að við skulum varast að dæma hvert annað, því að það sé Drottinn sem dæmi þegar hann kemur. En hvað það sem Drottinn dæmir? Ég hef nefnilega sagt ykkur áður að Guð dæmi okkur ekki, heldur að við dæmum okkur sjálf. Jú, Guð dæmir það hvort við höfum trúna í hjartanu. Það hinn eini dómur. Það hefur ekki úrslitavald hvað við þekkjum eða skiljum mikið af frásögnum Biblíunnar, hvað við höfum lesið mikið eða hvað við mætum oft í kirkju. Trúin það sem Guð setur fingurinn á. En til þess að halda trúarneistanu lifandi, til þess að viðhalda sambandinu við Guð og trúnni í hjartanu, þá lesum við Guðs orð eða hlustum á það heima eða mætum í kirkju. Því bæði líkami og sál þurfa sína næringu. Já, þema dagsins fyrirrennarinn, greiðið Drottni veg. Sá sem færir þér boðskapinn Guð fyrirrennari þinn inn í ríki Guðs. Hann sá sem hjálpar þér að reiðja burtu þeim hindrunum sem heimurinn hefur byggt upp og hafa byrt þér sýn á ríki Guðs. Í hverju trúar skrefi hækkar sérhver dalur og fjöll og hálsar lækka, eins og Jesaja orðaði það. Hólar verða að jafnsléttu, svo að Drottinn fær slétta og beina braut að hjartaðinu. Án trúarinnar á Guð hjarta okkar sem eyðimörk, við erum snauð, fátæk. En með trúnni verðum við auðug fyrir Guði. Í Opinberunarbókinni segir engillinn: Þú ert fátækur, blindur og nakinn. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skírt í eldi, til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til þess að þú getur hulið skammarlega nekt þína. Kauptu líka smyrsl á augu þín, svo þú getur séð. Táknmál Biblíunnar ríkt, en það bendir okkur alltaf í sömu átt. Jesús kom til að gefa blindum sýn á Guð, daufum heyrn til að heyra Guðs orð, og hann kom til að boða fátækum, þar að segja þeim sem trúðu ekki á Guð, boðskapinn ríki hans. Því Guð vill ekki að neinn glatist. Kaupum því gullið, opnum hjartað fyrir þessum boðskap, því hann vegurinn til lífs í fullri gnægð. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig
og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.